Komið sæl. Ástríður Elín heiti ég og gæðastjóri hjá Umhverfisstofnun og ætla að kynna fyrir ykkur árangur af innleiðingu á 2 gæðakerfum ásamt flokkun úrgangs. Ákvörðun var tekin í upphafi ársins 2009 að innleiða gæðakerfi og ég ráðin í kjölfar þeirrar ákvörðunar. Tilgangurinn var að fá betri vitund núverandi stöðu, einnig að innleiða skilgreinda leiðir til að ná markmiðum. Gæðakerfi, svo fremi að það sé virt og í notkun, er kerfi sem knýr fram setningu markmiða og leiðir til að ná þeim. Breytingar og umbótaverkefni fara líka einnig í stýrt ferli. Mörkuð var stefna í upphafi að hafa kerfið einfalt og effektíft, eða réttara sagt. Með því að hafa það einfalt, þá verður það effektíft. Þetta þýðir að við skráum fáa ferla. Eingöngu þá sem við teljum nauðsynlega til að ná fram árangri og meiri gæðum. Reynslan sýnir að gæðakerfi sem fá að vaxa víða völl, missa fókus og svo mikla vinna við að halda þeim virkum skilar sér illa tilbaka. Í stað þess að skrá niður nákvæma vinnuferla er treyst á faglegan styrk starfsmanna. Þess vegna er mikilvægt að fylgst sé sérstaklega með starfsánægju og að nýráðningar séu í mjög vönduðu ferli. Árangurinn. Við erum að sjá árangur erfiðsins og erum stolt af því að vera búin að innleiða 2 gæðakerfi, stjórnkerfi samkvæmt ISO 9001 staðli og umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14001 staðli á eingöngu 2 árum. Við fáum líka einnig heimsókn einu sinni á ári frá vottunaraðila sem tryggir virkni beggja kerfanna. Mælanlegan árangur gæðakerfisins getið þið kynnt ykkur í ársskýrslunni okkar sem við gefum út á vefnum, en hér ætla ég að nýta tækifærið og nefna nokkur atriði árangur á innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfisins okkar. Við viljum vera góð fyrirmynd og sýna það í verki. Við leggjum því mikið upp úr því að gera verkefni sýnilegt með útgáfu umhverfisskýrslu sem líka gefin út árlega á vefnum okkar. Megin tilgangurinn er að vinna geti nýst öðrum, góður vegvísir og hefur það þegar sannað gildi sitt. Við höfum öðlast reynslu í færslu græns bókhalds sem gerir okkur ekki eingöngu umhverfisvænni, heldur hefur einnig verið uppspretta hugmynda sparnað sem kemur sér náttúrulega sérstaklega vel á þessum tímum. Við höfum verið sérstaklega ánægð með árangur okkur í flokkun úrgangs, þar sem óflokkaður úrgangur er núna eingöngu 7% af heildarúrgangi starfseminnar og þá er verið að tala bara eingöngu höfuðskrifstofurnar okkar á Suðurlandsbraut, en var í upphafi innleiðingar 32%. Markmið okkar í úrgangsmálum í ár er að gera flokkunarkerfið okkar sýnilegra. Það er okkar leið til að breiða út boðskapinn. Þetta ætlum við meðal annars að gera með því að gera flokkunarkerfið okkar sýnilegra á þeim stöðum þar sem starfsemi stofnunarinnar er snertiflötu við almenning, það er í gestastofum og þjóðgörðum. Reynslan. Hver er síðan reynslan okkar af þessum kerfum? Hvað kunnum við betur? Við erum betri að setja okkur markmið og fylgja þeim eftir. Sú reynsla hefur bein áhrif á stefnumótunin okkar og má glöggt sjá, til dæmis þar sem nú leggjum við mikið upp úr því að hvert markmið hafi mælanlega árangursvísa. Við fylgjumst í dag kerfisbundið með ákveðnum þáttum starfseminnar, áhersluverkefnum, málshraða, ánægju viðskiptavina og starfsmanna, svo eitthvað sé nefnt. Þessar árangursmælingar eru mjög mikilvægar því af þeim sjáum við hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum. Að öðlast æfingu í virkri markmiðasetningu er dýrmæt reynsla og getur tekið tíma að ná tökum á. Mig langar að taka eitt dæmi sem ætti að vera öllum okkur í ferskum minni og það er hún Vilborg Suðurpólsfærin okkar sem hefur sýnt mjög eftirtektarverðan árangur með því að nota virka markmiðasetningu. Virk markmiðasetning er algjört lykilatriði í að framfylgja nýrri stefnumótun stofnunarinnar til næstu 5 ára. Hún segir til hvað við ætlum að gera sérstaklega vel næstu árin.
Aðeins og aðeins þannig náum við árangri í umhverfismálum. Að lokum vil ég bara nefna að virkt og vottað gæðakerfi er aldrei trygging á að ekki verði á mistök. Ábyrgð okkar sem einstaklingar er alltaf mikil á að skila ávallt góðri vinnu og gagnrýnni hugsun. Slagur gæðamála hjá Umhverfisstofnun eftir faggilda vottun er því enn í fullu gildi. Vandi fylgir vottun, vöndum okkur. Takk fyrir.